Síminn þinn, fötin, umbúðirnar af matnum sem þú kaupið þér og allt hitt dótið. Hefurðu pælt í því hvað þú skilur mikið eftir þig í þínu daglega lífi? Þú notar fullt af hlutum sem endast ekki mjög lengi. Meira að segja fullt af hlutum sem endast ekki daginn. Og það skiptir máli hvað er gert við allt þetta dót. Sorp er úrgangur úr hráefnum sem oft hefur farið mikil orka í að framleiða og því mikilvægt að endurnýta allt eins og kostur er. Með því að endurnýta er dregið úr mengun þegar sorp er urðað eða brennt. Sorpurðun krefst auk þess mikils landrýmis, þar sem mikil hætta er á mengun. Úrgangsefni frá sorpi geta borist í loft, vatn og jarðveg. Mengaður jarðvegur er ónothæfur til ræktunar og jafnvel búsetu. Með endurnýtingu er heilmiklum verðmætum bjargað. Víða í heiminum, jafnvel í hafinu, eru stór sorpfjöll, mikið vandamál. Sorpið sem kemur frá heimilum og fyrirtækjum er að mestu urðað á sorphaugum, þar sem hætta er á að það mengi grunnvatn. Til viðbótar við heimilissorpið berst mikið magn af úrgangi með frárensli frá heimilum. Já, það er engin ástæða til að fara neitt í kringu það, við þurfum öll að fara á klósetti reglulega. Frárensli heitir það sem kemur niður úr vöskum, klósettum og niðurföllum í frárenslislagnir sem liggja út í sjó. Hugsaðu þér að áður fyrir náðu lagnirnar aðeins niður í fjöru, þar sem staðbundin mengun var talsverð. Með nýjum reglugerðum eiga frárenslislagnir að ná nokkur 100 metra út frá fjörunni, sem betur fer. Fyrir vikið verða fjörur í þéttbýlisstöðum aftur ómengaðar og því ákjósanlegt útivistarsvæði. En það er ótrúlegt hversu mikið álag er á frárenslislögnum. Með öðrum orðum, það er lygilegt hvað hefur fundist í dælu og hreinsistöðum, hverju fólk hendir í klósettið. Blauðturkur. Þær eru vestar því þær stífla lagnirnar. En svo hafa líka fundist bleiur, tannþráður, tannburstar, ýmsar hreinlætisvörur og jú, gular baðendur úr plasti. Það er fáránlegt. Það er best að setja bara klósettpappírinn með kúknum og pissinu í klósettið. En færum okkur út úr baðherberginu. Með endurvinnslu er ýmsum úrgangsefnum breytt í nýjar vörur og líftími hráefnisins þar með lengdur. Þannig er hægt að skapa mikil verðmæti, spara náttúruauðlindir og draga úr mengun. Flokkun og endurvinnsla sorps er tiltölulega einfalt mál og auðvelt að skipuleggja. Það þarf ekki mikið að leggja á sig til að kynna sér losunarstaði flokkaðs sorps. Því næst að finna hentugt ílát til flokkunar, merkja það, gera aðgengilegt og byrja að flokka. Einkunnarorð flokkunar gætu verið endurnýta, endurvinna, nota minna. Það er þetta síðasta sem er kannski erfiðast. Við þurfum að fara að hugsa það hvort við komumst ekki af með því að hægja aðeins á neyslunni. Við þurfum kannski ekki að hafa aðgang á öllu, alltaf, allstaðar. Að kaupa minna, að eiga minna, að nýta það sem er í umhverfinu í meira mæli. Til dæmis mat. Nota föt af systkinum, frænkum og frændum, kaupa notuð föt og hluti í verslunum sem selja notaðan varning. Ég veit að þetta er stór breyting á lifnaðarháttum okkar, en hún er nauðsynleg. Og hafið í huga að fullt af fólki í heiminum hefur ekki einu sinni þetta val lifnaðarhætti, því það hefur ekki aðgang að sömu allsnægtum og mörg okkar. Það er gott að hafa í huga að best er að nota sem minnst eða nota aftur ef hægt er, en skila til endurvinnslu þegar við höfum ekki lengur not fyrir hlutina á neinn hátt.